Fundum Alþingis var frestað nú síðdegis fram í janúar. 29 frumvarp ríkisstjórnarinnar urðu að lögum í dag. Forseti Alþingis segir það afrek að ná því að halda starfsáætlun. Samkomulag náðist seint í gærkvöldum að taka tillögu formanns Sjálfstæðisflokksins áfturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde til umræðu á Alþingi föstudaginn 20. janúar. Tillagan var lögð fram í fyrrinótt og óhætt að segja að hún hafi valdið miklum titringi og var hart tekist á hana í þingflokkum stjórnarflokkanna. Hana bar brátt að og það að hann skyldi óska eftir því að svona stórt mál færi á dagskrá þingsins núna á síðasta degi fyrir jólahlé, það voru menn náttúrulega ekki ánægðir með og tóku bara hreinlega ekki til greina. Þetta mál er hneisa fyrir Alþingi og þarna erum við í rauninni að koma með tillögu sem að gerir Alþingi kleift að draga þessa vondu ákvörðun til baka og ég held að væri Alþingi mjög til góðs. Þá var samið að tillaga staðgöngumæðrun verði rædd 17. janúar og loka afgreiðslu frumvarps hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem stjórnarandstaðan hefur harðlega gagnrýnt var frestað fram yfir áramót. En nú síðdegis runnu frumvörpin í gegnum þingið á færibandi, aðeins eitt frumvarp var naumlega samþykkt en það var hækkun raforkueftirlitsgjald sem var samþykkt með 25 atkvæðum gegn 24. Já, það náttúrulega afrekan á því að halda hér starfsáætlun eins og lagt var upp með í vor. Það komu náttúrulega mörg af stjórnarfrumvörpunum seint inn, engu að síður, tekst okkur að klára þetta hérna allt fyrir áramótin, allt sem að máli skiptir. Mikið var rætt frestun á gildistöku ákvæðis hljóðritanir ríkisstjórnarfunda. Það átti að taka gildi áramótin en verður frestað til 1. nóvember 2012. Ákvæði gengur út á að upptökur ríkisstjórnarfunda séu geymdar í þjóðskjalasafni og gerðar opinberar 30 árum síðar. Það hér enn í gangi í kjölfar hrunsins leyndarhyggja á öllum vígstöðum á Alþingi og í stjórnmálaflokkum. Og svo hefur íslenska þjóðin ekki einu sinni heilsu til þess að sjá áramótaskaupið tvisvar í viku þegar ráðherrafundir eru haldnir. Síðan geta menn hins vegar velt fyrir sér því hvort það væri fróðlegt að heyra eitthvað af því sem hefur gerst á fundum ríkisstjórnarinnar. Mér finnst ég nú eiginlega vera búin að heyra nóg frá þessari ríkisstjórn.